Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpið söguskoðun. Við erum mættir enga aftur við félagarnir Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæl. Já, blessaður. Við vorum hér í síðasta þætti að ræðum Konstantín Mikla. Þætti númer 86 og við erum þá komin hingað í þátt númer 87 á hlaðarpinu söguskoðun og í dag ætlum við að tala um eitthvað allt annað. Við vorum í fornöldinni, eða svona, nú kannski ekki fornöldin, það er, fornöldin. Jú, algjörlega. Tókum hér góða törn í sögu Rómaveldis og það er einhvern veginn svona eins og það er alltaf í hlaðarpinu að það er farið svona skjótt úr einu í annað því nú ætlum við að fara í eitthvað allt annað. Já. Og hvað segir gott í dag, Ólafur minn? Já, ég er hress. Ég er, búin að vera sökkva mér í, hvað maður segja, nýjasta svona viðfangsefni og það sem allt í einu grípur áhuga minn núna. Þannig að það verður gaman. Ég fæ alltaf svona einhverjar svona, ég veit ekki, einhverju dellu fyrir einhverju. Allt í einu fæ brennandi áhuga á einhverju efni og þá alveg sekkja mér í það. Já. Og að því að náttúrulega svo mikið verið að tala náttúrulega þessu Oppenheimer mynd og mikið svona spennaði kringum það allt og þá einmitt sökti ég mér þá í það. Já, Barbenheimer. Já, Barbenheimer. Ég leti þetta alveg Barbie vera en Já, þetta var svona ákveðið þema í fyrra. Já. Á síðasta ári, var það ekki á síðasta ári sem að Jú. Já. Og svolítið skemmtilegt þegar þessar myndir komu út báðar, Barbie og Oppenheimer á sama tíma og úr varð fyrirbærið Barbenheimer, en ég er sammála, ég sá Oppenheimer í bíó en ég sá aldrei Barbie, en það eftir sko. Já, og ég er þetta sá Oppenheimer heldur ekki í bíó og er nú svona seinna að taka þátt í þessu öllu en þrátt fyrir allar þessu umræða þá allan að fyrir kannski einhvern vikum síðan þá allan að kom eitthvað yfir mig, allt í einu fekk ég rosalega áhuga á Oppenheimer, þannig að tók ég mig til og las það þessa bók sem myndin er byggð á og það er bókin American Prometheus sem er eiginlega margir tala um þetta sé kannski svona besta ævisagan Oppenheimer og þá er vísað líka til hvað er liggur gífurleg vinna í því að búa til þá bók þar sem höfundarnir tveir leituðu uppi heimildir allt þar alveg og þau skrifaði alveg í þaula og fara alveg mjög nákvæmlega yfir hans lífslaup. En það var áhugaverð lesning þannig að maður svona færið þetta ákveðin innsýn inn í svona þetta líf sem hann lifði. Og þá las ég með þessa bók sem undirbúning fyrir það síðan að horfa á sjálfa bíómyndina. Já. En sko myndin vakti mikla athygli. Já. Og fekk góða dóma. Sé núna hún fær 8,3 á IMDb og 93% í Rotten Tomatoes og þetta Barbenheimer dæmi, þetta var líka svolítið merkilegt bara svona fyrir, ég veit ekki, kannski bara á þessum tímum sem við lifum, þar sem bíó er kannski ekkert lengur svona aðal leiðin til að sýna myndir sko. Nei. Eða leikið efni einhvern veginn og hefur verið mikil þróun auðvitað í því frá, þú veist, þessum blockbuster bíómyndum einhvern veginn yfir í svona lengra format og það var einmitt svolítið skemmtilegt að sjá einhvern veginn svona mikið svona umstang í kringum 2 bíómyndir sem var að vera að frumsýna í bíó. Já. Og allir voru að segja að og ég skal reynda viðurkenna það, þegar ég fór á þessa mynd þá voru allir búin að segja mér sko, þú voru að sjá þessa mynd í bíó sko, þú voru að sjá hann í bíó. Þannig að ég gerði það, ég sá hann í bíó og mér fannst ekki þetta að vera einhver mynd sem að maður verður að sjá í bíó, ég verður að segja það sko. Mér var svo hundleðileg. Þannig að fyrir mig var það raun að horfa á alla myndina og já. Nei, mér varst hún líka bara fyrst og fremst einkennast það svo mikill ringulreið. Já. Og hvað maður segja, ég er ekki að reyna að setja mig eitthvað háan hest eða vera einhvern veginn að upphefja mig en
en ég var samt erfitt með að sjá fyrir mér að fólk sem ekki hefði neitt kynnt sér Oppenheimer, hvernig það á að hafa fá svona mikið út úr myndinni, því það var svo margt sem ég tók eftir í myndinni það sem að vera í að einhverju, en það var ekkert gert meira en bara í að því, og þá var það svo rugglingslegt og til dæmis sko, Albert Einstein og Kurt Gödel þarna í bíómyndinu höfðu sko ekkert hlutverk, engu hlutverki að gegna, þú er alltaf geta klift þá út og þeir voru þetta bara til þess að geta nefnt, Einstein og Gödel, og mér fannst bíómyndin einkennast svo mikið allan og svona. Já. Christopher Nolan að sína öllum núna hvað hann á marga vini í Hollywood og hvað hann getur tróðið mörgum frægum inn í bíómyndina sína. Já, það allir vita hver Einstein er. Jep. En náttúrulega ekkert allir vita hver Oppenheimer var. Nei, og líka hlutir og við getum til dæmis nota það bara sem ákveðna svona byrjun fyrir yfirferðin að til dæmis í myndinni, ég man eftir því þá hvort að hann Julius Robert Oppenheimer sé þá ekki einmitt kynntur til sögun einhvers staðar og einhver sem spyr hann sko hvað jóðið stendur fyrir og það J. Robert Oppenheimer og þá svarar hann einhverjum, það þýðir ekki neitt. Nei. Það til dæmis er eitthvað sem sko í raun og veru þýddi mjög mikið fyrir hann og hans sem persónu hafði mikil áhrif á hans líf, það var ju þetta nafn hans en í bíómyndin er ekkert gert síðan úr því og það er bara svona og þá fer þetta auðvitað framhjá örugglega öllum þeim sem ekki þekkja til sögunar þetta það þýddi ekki neitt en til dæmis á bakvið þetta liggur sko heilmikil saga sem hefði verið að spila mikið inn á og ræða þar sem að kjarnin í því er þá sko Oppenheimer sem gyðingur eða ekki gyðingur. Já, einmitt. Við ætlum að tala í þættinum dag J. Robert Oppenheimer og við ætlum líka að tala aðeins bara kjarnorku vopnin og kjarnorku váina sem er nú alltaf relevant málefni á þessum tímum sem við lifum á sem að eru þeir tímar síðan kjarnavopn voru fundin upp því að þau eru svo öflug. Já. Og mikilvægt að við gleymum ekki þeim og því litið til auðvitað er þessi mynd og svona vinsældirnar sem hún fékk, þú veist, eins og ég segi, ég meina svona venjulegt fólk út í bæ er kannski ekkert eitthvað mikið að spá í Oppenheimer, allir vita hvað Einstein er, þú veist, þetta er einhverju vísindamenn. Já. Og þú veist, þú ert með einhverja handfylli af sko einhverjum svona celebrity vísindamönnum eins og þú veist Newton og Einstein og eitthvað sem allir vita hverjir eru en þú veist, Oppenheimer er engin sem þannig sé veit hver hann er nema þú veist að hafa lesið eitthvað það skilur hvað ég minna. Já. Og að því leitið til auðvitað er gaman að Hollywood skilur að hafi gert eitthvað svona mynd sem að kannski, sem fólk flokkast í bíó til að sjá með frægum leikurum og boðskapurinn er auðvitað svolítið svona bara þú veist sjáðu hvað við höfum gert ég ætla ekki að segja að það sé offísíal boðskapurinn í myndinni en það er algjörlega sko þema sem að kemur fram í myndinni það er skilur við höfum búið til skrýmsli sem er þessi kjarnorkusprengja það var allan að sem ég satt með eftir þessa mynd. Já, einmitt og þetta er það góðu punktur vegna þess að alltaf Oppenheimer í gegnum sitt líf frá því að sprengjan var sprengt barðist mjög mikið við þetta og það er áhugavert þetta var líka hluti af sögu eðlisfræðinar að margir eðlisfræðingar áttu mjög erfitt með það að toppur eðlisfræðinar árið 1945 væri kjarnorkusprengja og eyðilegging og morð og hryllingur að það væri sko toppurinn á 100 ára vísindavegferð. Já. En ef við snúum okkur þá til þess aðeins að honum Oppenheimer. Einmitt. J stendur fyrir hvað? Joseph? Julius. Já, Julius, sem er nafnið á pappans, ekki? Jú. Já. Og það sé maður einmitt líka, það var þetta hvort það var ekki lenska þá einmitt hjá gyðingum að nota sko nöfn fjölskyldumeðlima þannig að þetta átti ekkert að vera þarna en síðan er skotið inn á síðustu metrónum og þetta náttúrulega hefur svo mikil áhrif á Oppenheimer sem persónu því hann átti alltaf í erfiðleikum með þessa gyðinglegu arfleið sína pluss síðan þessa þýsku arfleið sína
því nafnið Oppenheimer náttúrulega sko segir leið fyrir Bandaríkjamenn að hann þýskur og öllu líkindum gyðingur. Einmitt. Það eins og þessi, þú veist, maður getur sé ofta á eftirnöfnum hvaða menn eru, þú veist, Rosenberg öllu líkindum gyðingur og Goldblum öllu líkindum gyðingur. Eisenstein. Nákvæmlega. Já, algjörlega. Og og mikið af þessu þá náttúrulega eru sko þýsk gyðinganöfn og þá náttúrulega tengist það líka kannski flótta frá Þýskalandi sem náttúrulega líka eftir að hafa náttúrulega gífurlega áhrif setna meir. En til dæmis að pabbi þá Oppenheimer, hann Julius Seligmann Oppenheimer, hann var sko fæddur í Þýskalandi. Þetta var moldríkt fólk. Já, þetta var það. Þegar hann flutti til Þýskaland þá byrjaði hann að vinna í svona fjölskyldufyrirtæki. Til Bandaríkjanna? Til Bandaríkjanna, já, frá Þýskalandi. Já. Og hann flutti held ég þegar var 20 eitthvað á þeim árum með mann rétt. Já. Og þá koma líka inn í þetta allar þessar sko staðalímyndir og þessar svona stereotypur sem líka var mjög viðkvæmt því hans fjölskylda efnaðist á klæða- og vefnaðarsölu og það að selja föt og var sérstaklega upp af 20. aldar var típist starf fyrir gyðinga. Já. Og þetta svona eins og gyðingurinn sem bankamaður, gyðingurinn sem læknir eða hvað það og það er náttúrulega margar ástæður fyrir þessu og náttúrulega til dæmis þannig að allir mest ástæðan fyrir okkur gyðingum okkur gyðingur voru pressaðir inn í mörg störf var náttúrulega líka laga umhverfa sem gyðingar máttu til dæmis ekki eiga land og máttu ekki stunda hinn og þessi störf. En til dæmis þessar voru margir gyðingar sem einmitt voru í svona þessum vefnaðar business og pappans Oppenheimer einmitt auðgaðist mjög á þessu og ennfremur þá giftist hann síðan konu sem hét þá Ella Friedman og hún var líka af þýskum ættum og gyðingur. Þetta svolítið áhugavert að sjá mitt sögu Bandaríkjanna og þú veist svona hvernig þessi þjóð samansett og svona að það koma innflutningur eða fólk flytur inn í bylgjum frá mismunandi svæðum eins og við þekkjum. Já. Og það talaði að það hafi verið svona bylgja af innflytjendum frá gyðingum eða þjóðverjum af gyðingauppruna frá þýska keisaradæminu svona miðbygg 19. aldar sem að margir settu staðið mitt á Manhattan. Einmitt. Og svo koma fleiri bylgjur seinna af gyðingum frá öðrum svæðum eins og Austur-Evrópu og svona þannig að þetta svona ákveðin hópur þarna þessi þýsku þessi gyðingar af þýskubergi brotnu. Einmitt. Og var þetta ekki hérna í Upper West Side Manhattan eða eitthvað sem að hann allavega Oppenheimer ólst upp sem var þá náttúrulega þeim tíma í fyrirhluta 20. aldar mjög flott hverfi sem að þeim vantaði ekki neitt. Nei, þetta ólst hann upp við mikla velmegun og vantaði aldrei neitt og skortaði aldrei neitt. Nei. En þetta var hann samt erfitt að hann var svolítið klofinn og þetta svolítið, þetta einkennir mjög börn innflytjanda að það geta verið svona mismunandi einkenni sem eru svolítið að berjast það berjast og lenda saman og svo þessi spurning hver ég í raun og veru. Jú. Og svo kom inn í þetta fordómar líka náttúrulega bæði þetta afbrýðisemi það hluta því af hverju gyðingar hafa verið ofsóttir gegnum tíðina náttúrulega mjög oft á tíðum afbrýðisemi og svo náttúrulega hefur verið þannig að gyðingar hafa náttúrulega að fara mikið fyrir þeim með ákveðin stjættum og ákveðin greinum til dæmis bara í Budapest fyrir heimsstyrjöld þá voru held í 50% af öllum læknum í borginni voru gyðingar. Já. Þannig að gyðingar alveg sko drottnuðu yfir ákveðnum atvinnugreinum. Einmitt. Og það hefði náttúrulega líka ýmis áhrif og þess vegna einmitt þetta líka með þessa verslun og vera selja föt og svona auðugur og allt þetta. Þetta var hún svolítið erfitt og hún fannst það kannski ekki almennilega vera nógu bandarískur. Nei. Og við höfum það að tala meira um það setna en það allir með sluta því okkur hann síðan sökti sér á kaf í það að berjast fyrir Bandaríkin og þróa sprengjuna. Það var alltaf til að sanna og sína sig og sína að væri sko bandarískur þegn og hlýðhóllur Bandaríkjónum. Einmitt.
Þess vegna fór í töðunar á mér þegar ég horfði á myndina að það bara rétt svona skauta yfir þetta jóð. Þú veist, allt þetta sem ég var að segja núna, það hefur verið að gera hellingsmat úr því. Það var áhugavert að sjá sko, persónulega baráttu ungs Oppenheimers við þetta, þú veist, einkennin og hver hann var. En allavega, en fjölskyldum, þrátt fyrir það að þau hafa verið gyðingar, þá voru þau ekki virk í trúnni, þau gengu ekki í synagóguna eða neitt slíkt. En þau voru meðlimir í ákveðnu, hvað hefur við kallað? Við getum kallað kannski svona afhelguðu trúarsamfélagi eða lífsýns samfélagi sem hét þá sko Ethical Culture Society School. Já. Það var skólinn sem hann gekk í. Og þetta var svona, já, þú búið þetta kannski saman við siðmennt og eitthvað svona afhelgaðan humanisma og svona hugsjónarstefnur einhverjar sem eru upp á pallborðið auðvitað í ákveðnum hlutum samfélagsins í dag og voru náttúrulega dálítið vinsæll líka á 20. öldinni. Þannig að hann ólst upp í umhverfi það sem var líka mikil áhersla á rétt siðferði og siðfræðina og já, rétt og rangt og slíkt og svona eins og sér líka Culture Society, þetta var menningarheimili sem hann ólst upp á. Með mitt. Og Oppenheimer náttúrulega var fluggáfaður, alveg einstaklega greindur og hann sýndi það alveg bara frá upphafi eins og til dæmis fekk hann brennandi áhuga á jarðfræði var það ekki? Jú, jarðfræði en líka að horfa á fugla. Hvað kallar maður þetta? Ég vil ekki segja fugla áhorf. Fuglaskoðun. Fuglaskoðun, það er orðið sem ég var að leita að. Og það er til dæmis áhugavert sko að þá auðvitað, pappa sem náttúrulega velli auður þannig að það var náttúrulega bara keypt það sem hún langaði í, hvort það voru einhverjar glæsilegar útgáfur af einhverjum ritverkum eða hvað það var og hann sökti sér út í þetta og hann skrifaði síðan ritgerð og sendi til þá fuglaskoðunar félags þarna í New York. Önnur skemmtileg saga af þessu er jarðfræði áhuginn. Það sem að hann var í einhverjum bréfaskiptum við einhvern frægan prófessor í jarðfræði. Já. Og það endaði með því að honum var boðið að koma og halda erindi einhvers staðar á einhverju American Institute of Geology eða eitthvað í New York og þá var hann bara 13 ára gamall eða eitthvað. Já, engin trúði því að hann væri svona ungur, þetta bráðum bara. Og þessi sem að pennavinnur hans náttúrulega vissi ekkert að hann væri krakki. Nei. En þetta sýnir kannski líka að hann fekk alltaf stuðning frá foreldrum sínum, mikinn. Já, hann að pappans til dæmis ítti undir hann þá og studdi hann með í því að flytja þessa ræðu sína. Já. Og hefur þá náttúrulega stutt hann líka síðan til þess að fara út í eðlisfræðina. Já. Það allir með að segja líka mjög áhugavert að pappans var mjög virkur nefnilega og hann hljóp til og keypti leið einhverja bækur sem hann vildi og sýndi því gífurlegan stuðning allir með sem áhugamálum hans. Einmitt. Og til dæmis líka Oppenheimer náttúrulega lærið fullt af tungumálum, hann las grísku og latínu eins og ekkert væri og kunni frönsku og þýsku þetta líka. Já. En þetta náttúrulega leiddi allt til þess að hann var á svona utangarðs. Já. Og til dæmis var mjög ljótur atburður sem hann lenti í bara sem strákur þá var hann sendur einmitt í sumarbúðir og þarna í sumarbúðunum að þá var hann fyrir mjög miklu einelti og það allir þannig sko að þeir tók hann hinn í strákarnir og tók hann inn í skúr og börða hann alveg sundur og saman og klæddi hann síðan úr öllum fötunum og helltu síðan málingu yfir hann. Oj. Þannig að það var að fara mjög illa með hann. En það sem samt áhugavert með hann líka að hann mætti þessu einelta mikill yfirvegun þannig að hann hélt út sumarbúðirnar. Hann gaf sig ekki, hann neitaði að gefast upp. Þannig að það náttúrulega sýnir þá líka kannski svona stóísku ró og hvernig hann frá unga aldri að þá gat hann mætt miklu mótlæti og svona staðið í því og hann átti auðvitað eftir að lenda í ýmsu síðan upp í gegnum árin og eins til dæmis ef við spólum nú hans fram og byrjum að tala um það þegar hann byrjaði að læra við Harvard ástæðan líka fyrir okkur ég var að tala um þennan gyðinglega hluta hans það var náttúrulega líka það að
fjöldi gyðinga við Harvard jókst mjög þarna á fyrir hluta 20. aldar. Þannig að til dæmis árið 1922 þá var fjöldi gyðinga við Harvard komið upp í 21%. Já. Og það leiddi til þess að Harvard setti á kvóta á fjölda gyðinga sem fengu að stunda námi í skólan. Jó. Og svona náttúrulega hefur gífurlega áhrif á einstakling að hugsa sér að þú tilheyrir einhverjum hópi og það allt í hennu búið að segja svo, sko, þið með ekki vera fleiri en svona. Já, ég byrja það strax byrjað þarna með einhverja svona kvóta því þetta er auðvitað eitthvað sem hefur verið mikið í umræðunni núna síðustu ár. Já. Maður finnst einhvern veginn svo það sé ný umræða. Já, en þarna er náttúrulega kannski munurinn, þarna er þetta náttúrulega neikvæða kvóti að þið með ekki vera fleiri en svona. Já. Til þess að útskúfa og halda gyðingu frá Harvard. En það er þannig að gyðingar hafa verið í svona hlutfarslega mjög margir við æðstu menntastofnanir í Bandaríkjunum. En ertu þá að segja að þessi kvóti hafi verið hugsaður að það hafi verið ákveðin antisemitismi? Já, þetta er antisemitismi. Sko of margir gyðingar. Þetta er ekki sérst til þess að hjálpa hinum að koma að stað. Nei, alls ekki. Þetta er þess að loka halda þeim frá því þeir eru of margir. Ok. Og það náttúrulega hafði þetta djúpa áhrif á hann sem átti nú þegar með að setja sig við að vera svona af hálfgerðu Þýskubergi brotin með þetta ættarnafn, vera þessi gyðinglega stereotýpa, hvað faðir hans vann við, auðugur og allt þetta, byrjar að læra við Harvard og þá verið að ræða þetta, það setjum kvóta og takmarka fjölda gyðinga við skólan, af því þeir eru of margir. Einmitt. En myndin Oppenheimer, hún í rauninni byrjar svona svolítið þegar hann er komin til Evrópu. Já. Cambridge, eða ekki? Jú. Hann byrjar nefnilega þar. En mér finnst nefnilega svo bara áhugavert sem gerist líka í Bandaríkjunum og til dæmis. Mér finnst svo áhugavert að það sýnir til dæmis bara hvað Oppenheimer flug á var. Að Alfred Whitehead, breskur starffræðingur og heimspekingur, ég veit ekki hvort eitthvað aðrir hafa áhuga á því, sko, ég hef svo mikinn áhuga á hugmyndasögu eðlisfræðinar og starffræðinar. Já, það er mjög áhugavert. Þannig að ég hef lesið töluvert sko, af þeirri hugmyndasögu, bara svona sögu starffræðinar og eðlisfræðinar og svona mikilvægustu eðlisfræðinga og starffræðinga og til dæmis Alfred Whitehead. Já. Hann til dæmis með Bertrand Russell skrifaði bók þá í 2 bindum sem heitir Principia Mathematica sem er sko ótrúlegt rit sem eiginlega enginn hefur lesið. Okay. Það er svo brjálaslega flókið og það gekk nú næstum að Bertrand Russell dauðum að skrifa þessa bók. Hvenær var þetta skrifað? Þetta er skrifað upp af 20. aldar. Já. Og það er þetta snýrst að komast að undirstöðum starffræðinar, svona stuttum máli. Og svo náttúrulega núna erum við að fara okkur inn í mjög mikla heimspeki og heimspekilega starffræði og slíkt sem náttúrulega er mjög flókið og ég er svo sem ekki heldur maður til þess að gera grein fyrir því. Nei. En svona í stuttum máli sagt og þá var við að reyna að finna svona þessa grundvallar undirstöður og til dæmis, ég hef náttúrulega ekki lesið þessa bók, treystum ekki til þess, en sko sumir hafa notað sem dæmi til að sína fram á hver flókið þetta er að sko fyrstu 100 blaðsíðurnar snúast bara það að sanna það hvort þá hvernig sko af hverju 2 + 2 eru 4 eða eitthvað álíka. Já. En það sem er líka áhugavert svona stuttumóli sagt að það sýndi sig að þetta virkaði ekki og Kurt Gödel sem við nefndum þetta líka í byrjun, hann sýndi fram á það með 2 ritgerðum sem hann gaf út síðan setna mér og Kurt Gödel er með einn af þessum örfáu sem hafa lesið þetta ritverk en það var þannig að það vildi enginn gefa þetta út því þannig að menn gerir svo grein fyrir því það myndi enginn lesa þetta. En allavega og þeir held í unnu stanslust að þessu riti í hvort það voru 10 ári eða meira. En allavega og það sem er áhugavert er að Whitehead til dæmis, hann kom nefnilega og var að kenna við Harvard þegar Oppenheimer var að læra þar og þar þótti þá þeim sem voru að læra við Harvard þessum tíma það vera svo erfitt og ögrandi að fara í tíma til hans að það var eiginlega enginn sem þáði kennslu hjá Whitehead en Oppenheimer, hann var eiginlega sá eini þannig að Oppenheimer satt með Whitehead og lærði hjá honum og tilgangur með þessu er náttúrulega bara að sína fram á hvað hann var sko fluggáfaður og eftir eftir að hafa verið við Harvard að þá hélt hann til Cambridge og lærði síðan þar
Einmitt. og þar náttúrulega áttu sér ákveðnum hluti því Oppenheimer átti mjög erfitt líka í þessu leiti, hann var mjög maður getur sagt að hann hafi verið svona þetta ofur sjeni, alveg rosalega greindur maður sem átti við ákveðna andlega erfiðleika, jafnvel einhverju geðbresti að stríða. Einmitt. Kannski ekkert svo fyrsti sem að lendir í því. Nei, því það er nefnilega oft mjög stutt á milli snilli og geðveiki. Einmitt. Myndin sýnir þetta svolítið þannig, eins og ég segði áðan, myndin byrjar þarna í Cambridge með þessari eplasenu þarna. Já. Og er gert mikið úr því. Og þar eru þetta sýnt svolítið svona, verið að draga fram þetta, sko, þetta viðhorfað einhvern veginn evrópsk eðlisfræði eins og hún var verið að ræða hana í háskólanum í Evrópu og í Þýskalandi og Englandi og svona, það var einu skrefi framar heldur en í Bandaríkjunum. Já. Og eins og sem er á lýst þessu þá voru Bandaríkin á þessum tíma hvað við kemur eðlisfræði bara eyðimörk. Já. Þessar sko miklu deildir sem voru sofnaðar seinna meir, eðlisfræði deildir og prógrum voru ekki til staðar í Bandaríkjunum og það var til dæmis evróskir eðlisfræðingar lásu ekki einu sinni þessi eðlisfræði rit sem var verið að gefa út í Bandaríkjunum því það var ekki eftir neinu að slæðast þar. Einmitt. Þess vegna var svo mikilvægt fyrir Oppenheimer að komast til Evrópu og komast til dæmis Cambridge sem spilaði mikilvæga rullu í sögu eðlisfræðinar, mikið uppgötunum þar og hann alltaf var að reyna að koma stað hjá honum hann var nýsjálenskur eðlisfræðingur sem hafði starfað við Cavendish Institute. Já. Það kemur kannski eftir hvað hann hétin allavega. En það sem er líka fór tjóðanum með myndina er að ég skil ekki af hverju þeir hafa þetta atriði með því það er svo fáránlegt hvernig þeir sýna þetta að vera að tengja til Niels Bohr, danska eðlisfræðingin eitthvað inn í þetta því hann kom ekkert nálægt þessu. Nei, en er þetta ekki bara sem Einstein að það er verið að name-droppa? Það er nefnilega málið, það er bara verið með name-droppa og það verður svo tilgangslaust en samt, þú veist, Niels Bohr spilaði mikilvæga rullu í öllu þessu og líka í gerð sprengunar og var auðvitað tengdur öllu þessu og til dæmis Whitehead hafði nú hvort að hann hafði nú ekki líka eitthvað lært hjá Bohr og margir af þessum fræðimönnum sem Oppenheimer lærði hjá voru tengdir Niels Bohr og auðvitað átti Oppenheimer eftir að hitta hann líka. Einmitt. En það sem að gerðist að öllum líkindum þarna var að Oppenheimer átti mjög erfitt andlega á þessu tímabili. Það var eitthvað innri streita og hann fann sig ekki þarna í Cambridge og hann eitraði þarna epli og sumir hafa verið að bera brigður á þetta og haldið fram að þetta hafi ekki átt sér stað hann hafi ekkert eitraði þetta epli en það sem gerðist og við erum með vitni sem, traust vitni sem tala um það að hann hafi, eitraði þetta epli einhvern veginn, spurning hversu alvarlegt það hafi verið, það er kannski ólíklegt að hann hafi sett blásýru og reynt að drepa leiðbeinanda sinn, en hann var þá að reyna eitra fyrir einum af leiðbeinandu sínum, kennari sem hét. Var hann það? Já. Vegna þess að ég einmitt las það sko í kjölfarað þessu máli að þá einmitt sko var uppi fótur og fitt. Já. Og foreldrar hans sem hann náttúrulega voru alltaf til staða fyrir hann komu yfir til þess að hjálpa til að ræða málinu og svona og þá var talað um að hann fengi sko að halda áfram í skólanum ef hann fengi sálfræðiaðstoð. Það er einmitt að sko foreldrar hans voru til staðar hann í Cambridge þegar þetta á sér stað og auðvitað náttúrulega ef hann hefði ætlað að reyna að drepa hann Blackett sem var leiðbeinandi hans þá náttúrulega hefði það verið auðvitað morðrannsókn og háalvarlegt þess vegna hafa menn haldið kannski fram að hann hafi eitrað eplið en ekki með þeim tilgangi að reyna að drepa hann en þegar hann leiddi samt til þess að hann var þvingað til þess að ganga til geðlæknis. Einmitt. Þannig að hann gekk til geðlæknis í tölvörunan tíma og eftir þennan atburð og svo var þetta heldur ekki eini atburðin því til dæmis eitt vinur hans líka lýsir því að á einu tímapunkti hafi Oppenheimer stokkið á hann og snúað niður og reynda kirkjan. Já. Þannig að Oppenheimer var mjög óstöðugur og þetta geta og ef menn hafa áhuga þá er þetta að lesum með þetta í American Prometheus það sem farið alveg í þaulan á þessum atburði en það fór nefnilega í tjóðan á mér í myndinni hvernig þetta var svona bara eitthvað draga Niels Bohr inn í þetta og gert lítið úr þessu því
því Oppenheimer var mjög oft á nálum kannski á þessu tímabili og margt sem betur til þess að hann átti mjög erfitt. Það fann hann ekkert í Cambridge. Nei. Og aðrir sem lýsaði líka sko hvað hann átti erfitt og það var margt sem kom inn í þar. Það náttúrulega, hvað maður segja, vera þessi ofviti, kannski vöndun á að tilenga sér félagslega færni, hann náttúrulega léka gert mikið við börn þegar hann var alast upp og það mikilvægt í sko þroskaferli barna að þau fari nákvæmlega í gegnum, hvað segja, rétt stíg og læri að til dæmis leika sér á ákveðnum stígum í þroskaferlinu og að börn læra það ekki, til dæmis þegar þau eru 3 ára og 5 og hvað það er. Ef þau læra það ekki þá öllu líkindum munu aldrei læra það og verða þá alltaf utangars. Einmitt. Og eins og þetta er mjög erfitt náttúrulega í samskiptum við konur. Það var nú mikill svona ladies man seinna meir. Já, það er það sem er svo áhugavert. Hann var mikill kvennamaður seinna meir. En á þessum árum átti hann mjög erfitt með samskiptin við konur. Og það er allir með hluta því að mann rétt að þessi vinur hans sem reynda kirkja, hann átti einmitt kærustu. Hvort það hafi verið einmitt einhver slík aðbreyðsemi líka. Og það er margir sem lýsaði að hann var rosalega vandræðalegur. Til að byrja með, sko. En allavega, eftir þetta þá hélt hann síðan áfram þá og lærði til dæmis við Göttingen. Og Göttingen var algjör, kannski svona mekka eðlisfræðinnar á þessum tíma. Og ennfremur hélt hann síðan áfram og lærði við Leiden. Göttingen er í Þýskalandi og Leiden er í Hollandi. Og til þess að sýna sko hvað maðurinn var líka fær tungumálamaður. Hann lærði hollensku á nokkrum mánuðum. Einmitt, já. Og hann lærði hana það vel að hann hélt fyrirlestra á hollensku. Alveg rétt, já. Eðlisfræði, sem styrlun. Það er svolítið gott. Og þar fekk hann þetta viðurnefni eða OP, ég veit ekki hvernig þið bera það fram. OPJE held ég. Já. Það var auðvitað Oppenheimer, OP eða OP, eitthvað þannig. Og svo var hann í Sviss líka. Já, og svo hélt hann til Zürich, sem er mitt til að neymdroppa. Einstein hafði nú líka lært þar. og ekki bara það, hann hafði verið að fara og læra við þessi háskóla, hann var að læra hjá sko aðal eðlisfræðingunum, aðal mönnunum þegar við kom sko nýjum uppgötvunum og rannsóknum í eðlisfræði, þannig að hann var alveg í innsta kjarna, þannig að hann alltaf tilengaði sér sko gífurlega mikla þekkingu. Einmitt. Og á sama tíma hann að gera allt þetta er nefnilega svo ótrúlegt, þess vegna finnst mér Oppenheimer svo heillandi í þessu leyti, að hann var svolítið svona alfræðingur. Já. Þú gast tala við Oppenheimer um næstum því allt, menn tölu það eina sem hann vissi ekkert voru íþróttir. Já. En til dæmis, hann hafði brennandi áhuga á sanskrít, þannig hann lærði sanskrít sjálfur. Og hann hafði brennandi áhuga á frönskum bókmenntum og hann til dæmis kunni fullt af ljóðum og þannig að það var að tala við hann allan fjáran, hvort það var sagnfræði eða tungumál og bókmenntir og auðvitað tónlist og menning og hvað það var. En þarna er sýnt svolítið myndinni á þessum tíma þegar hann er út í þessum háskólum í Evrópu að þarna er myndi verið að svolítið svona sína fram á þetta þessi bandarísku stúdentar sem eru þarna úti að þetta eru þeir að læra af stóru strákunum í Evrópu og ætla sér síðan auðvitað að koma aftur heim og fara að byggja upp eitthvað eðlisfræði umhverfi þar. Já, og það var algjörlega þannig. En hann hitti líka Heisenberg, eða ekki? Jú. Sem að er einmitt þessi þýski kjarneðlisfræðingur sem að er svona nafn sem að hefur stundu verið tengt við þýska kjarnorku verkefnið. Og fleiri líka held ég hann ekki Hútermann, ef mann rétt. Sem líka var í tengslum við kjarnorkuprógram nasista. Einmitt. Og þannig að hann náttúrulega hitti líka þessa fremstu eðlisfræðingu til Evrópu, þannig að það er náttúrulega líka áhugavert að hugsa það sko, hvernig þeir síðan, kannski félagar hans frá dögunum í Göttingen voru sikkvoru megin þá síðan í seinni heimsstyrjöld. Einmitt. Annars verður aðrir sumir að vinna fyrir nasista og Oppenheimer út af fyrir Bandaríkin. Einmitt. Það sem er líka mikilvægt og mér finnst það líka svo áhugavert með sko hvað Oppenheimer var kannski flókin einstaklingur, að það sem kemur líka inn í öll þessi ár og öll þessi vandamál á hans og erfiðleika sem þessi svona hvað hann var óöruggur með sín eigin einkenni og svona sjálfsvitund og hver hann var. Já. Að þá fann hann sig í Nýju Mexíkó. Einmitt. Og í svolítið svona kúreka útreiðar fjallamenningu Nýja Mexíkós og eyðimörkinni. Einmitt.
þannig að það var stór hluti af hans lífi, það var að komast sko frá þá, hvað við kalla borgarlífinu og veri í útreðatúrum í fjöllunum í Nýju-Mexíkó og því svæði. Það var náttúrulega alveg upp í New York. Já, alveg upp í New York. Mér finnst svolítið svona áhugaverð svona hugrenningartengsl sem að mér dettur í hug svona þegar við erum að fara yfir þetta hérna með þessa þú veist, ok, hann er náttúrulega fæddur í Bandaríkjunum, skilurðu, en þú varst einmitt að tala um hennar bakgrunn, skilurðu, sem gyðingur og þjóðverja og svona, síðan er hann í Þýskalandi og við erum að nefna öll þessi stóru nöfn, þessa þýsku og evrósku fræðimenn og margir eru að voru gyðingar og það er svolítið áhugavert að sjá einhvern veginn að á þessum tíma þá er þetta mikla pólitíska umrót sem að náttúrulega verður til þess að það verður hérna heimstyrjöld og kraftar þessara vísindamanna eru notaðir í stríðsrekstur sem að náttúrulega eftir að vera til þess að þú veist að það er búin til þetta þessi gjöreyðingavopn og allt þetta einhvern veginn og það er svolítið áhugavert að sjá einhvern veginn eða athyglisvert hvernig þú sér sko einni hliðin í þessu stríði, þú veist þá ertu með Þýskaland sem að verður að þessu svona öfgakennda þjóðríki skiluru sem er með svo mikla þjóðnishyggju skiluru að þjóðverjar sem eru gyðingar eru ekki velkomnir í því ríki þó svo að þeir séu mjög, hvað við segja, þú veist á sumuleyti ríkir, verslunarmenn, viðskiptamenn en líka öflugir inn í vísindasamfélaginu skiluru og þetta fólk á ekki heimili í þessu nýja ríki Nei. Og þá er einhvern veginn svo heppilegt en að gæsalappa að það sé til þá annað ríki sem er svona þó svo að það hefur verið svona ákveðin antisemitismi þar eins og þú ert að lýsa þá er það samt sko algjör andstæða því það er þú veist land sem er opið fyrir öllum allavega í teóríunni skiluru og einhvern veginn allur þessi spekileki skiluru finnur heimili í þessu nýja ríki sem að er velkomið fyrir svona fólk sko og þá er einhvern veginn svona kaltænislegt eða þannig að það er síðan auðvitað þetta ríki sem að eru þýskir gyðingar meðal annars sem að hjálpa til við það að búa til þessa sprengju sem á eftir að vera svona öflugt en ekki bara það auðvitað líka bara þú veist á öllum öðrum sviðum sem hjálpa til við að vinna þetta stríð sko algjörlega þannig að maður getur ímyndað sér ef að Þýskaland hefði ekki verið með þessa svona öfluga þjóðurnistefnu sko að þá hefði hlutinni geta farið öðruvísi fyrir þá algjörlega og þá fyrir heiminn það er alveg rétt það eftir að koma aðeins meira inn á þá eftir og farið meira svona í nákvæmari yfir en að spekileika því hann alltaf hafði gífurlega áhrif Þetta hjálpaði þjóðurum ekkert svo rosalega mikið í stríðinu þessi hugmyndafræði þeirra Nei ekkert bara þarna heldur líka á öðrum sviðum eins og við höfum áður rætt almennt eins og hvernig þeir hegðuðu sér í Sovétríkjunum og svona, þetta var ekkert þess að hjálpa þeim sko Nei, en það margt sem betur til þess náttúrulega ef Þýskaland hefði ekki haldið svona blóðuru þjóðurnistefnu á lofti að þá hefði þeim getað unnið stríðið þeim náttúrulega fagnað til dæmis í Úkraínu til að byrja með En síðan auðvitað getur maður sagt á hinn bóina ef þeir hefði ekki verið með svona aukakennda þjóðurnishyggju þá hefði kannski stríðið aldrei byrjað Nákvæmlega, það er líka góða punktur En til dæmis þá er að þú veist að nefna líka spekileika þá til dæmis misti þá Þýskaland út af þá Núremberg og lögunum og í kjölfar Núrembergar lagana sem kváðu það hverjir voru gyðingar og hverjir ekki að þá misti 1/4 allra eðlisfræðinga í Þýskalandi ríksborgararétt sinn og af þeim voru það 11 Nóbelsverðlaunahafar og 1600 fræðimenn urðu fyrir barðinu á lögunum Þannig að þú veist hugsaði þú eru búin að missa 1/4 af eðlisfræðingunum þinn og þar af 11 Nóbelsverðlaunahafa Þetta er svolítið counterproduktíft fyrir þjóðverja Mjög svo og Einstein til dæmis hann sagði upp ríksborgararétti sínum aftur þarna hann hafði gert það áður en þetta var þá í annað sinn 1933 og hélt til Sviss þá og síðan átti hann eftir að enda í Bandaríkjunum og þá byrjum við til þess að sjá hvernig þessi eyðimörk sem Bandaríkin voru fór alltaf inn að blómstra því til dæmis þó að menn eins og John von Neumann og Eugene Wigner og ég sláttur með þessu nöfnum aðeins en þeir til dæmis tveir heldur til Princeton Einstein ef mann rétt endaði líka held ég við Princeton og Kurt Gödel náttúrulega fylgdi honum líka og það var nú vel á stofnu líka því að líka að tala um sko Bandaríkin sem þetta er með ríki sem tekur bara móti öllum og það var stofnu sko Emergency Committee in Aid of Displaced German Scholars
já. og þannig að það var bara sett og stofna ákveðin bara stofnun til þess að vinna að því að fá fræðimenn til Bandaríkjanna og þá til dæmis voru 100 eðlisfræðingar sem flúðu frá Þýskalandi til Bandaríkjanna og stór hluti af þessum eðlisfræðingum unnu síðan við gerð sprengjunar. Einmitt. En síðan líka mikilvægt að nefna það með hann Oppenheimer að hann átti líka yngri bróður sem var 11 árum yngri en hann. Já. Frank Oppenheimer. Það var mjög náið samband þeirra á milli og Frank átti líka eftir að læra eðlisfræði og var líka fluggáfaður og átti meira sér eftir að vinna við gerð sprengjunar með Oppenheimer. En síðan það sem þá gerðist síðan að eftir að Oppenheimer var þá búinn að tilenga sér heilmikla þekkingu í Evrópu og þá hélt hann síðan aftur heim til Bandaríkjanna. Já. Og þá náttúrulega var hann að leita sér að stöðu og honum bauðst þá staða þá síðan í Kaliforníu og þá síðan einmitt við þá ekki Berkeley og Caltech eða ekki California Institute of Technology held ég, Caltech og þá náttúrulega ástæðan fyrir því líka okkur hann valdi þetta var einmitt nálæðin við eyðimörkina og þá einmitt var hann líka vinn í því að byggja upp svona eðlisfræði deild einmitt þarna þá í Kaliforníu af öllum stöðum. Þetta er náttúrulega fyrir það þetta er áður en Berkeley og Caltech og margar þessar stofnanir í Bandaríkjunum urðu þessu stóru menntastofnanir sem þær eru í dag. Já. En Oppenheimer náttúrulega líka mjög pólitískur og það átti eftir að hafa gífurlega áhrif á hann. En það er náttúrulega eitthvað sem að byrjar svolítið þarna. Já. Hann hefði ekki verið mikið í pólitík á námsárum sínum. Nei. Og þetta er einmitt hluti sem að þegar ég sá myndina þá hefði ég ekki hugmynd um þessa pólitísku sögu Oppenheimers. Nei. Og alveg mjög góður efniviður til að búa til spennandi plott allavega í þessari mynd. Já, nema hvað, ég verði vikið mér fannst þetta réttarhöld alveg hundliðileg. Já, sko, ef við ætlum að tala um myndina þá náttúrulega voru þessi réttarhöld alveg hundliðileg og það eru þetta að stýta þessa mynd klukkutíma bara með því að sleppa öllu þessum svartkvítu bitum, sko. En þá kom inn í það líka, sko, að hann var, ég held að hann hafi, ef ég man rétt, ég held að hann ekki verið meðlimur í kommunistaflokknum, en fyrirverandi unnustans, bróður hans Frank, eiginkona hans, fullt af fólki í kringum hann höfðu verið meðlimir í kommunistaflokknum. Þannig að hann náttúrulega var mjög litaður af því og hann náttúrulega studdi kannski kommunismann á ákveðnu leyti á ákveðnu tímabili. En við verðum líka að taka með af því að hann náttúrulega kannski var sérstaklega virkur þegar spænska borgarastríðið átti sér stað. En það er sant, alveg ótrúlegt einhvern veginn að hugsa til þess að þú veist, Bandaríkjamenn hafi hleypt svona manni nálagt þessu verkefni, bara svo nálagt að hann er að keyra það áfram. Sem með þennan bakgrunn. Það er nefnilega málið. Og það sýnir náttúrulega hvað hann var rosalega fær þá að þrátt fyrir þessa annmarka, þú veist, allir í kringum hann eru kommunistar, meira og minna og menn efast það að hann sé ekki kommunisti og jafnvel trúið að hann hafi bara svona sé að reyna að láta aðeins minna fyrir sig fara og sé kannski í rauður að þá var hann samt valinn til að stýra þessu mikla verkefni og það er líka áhugavert með það í huga, sko 1938 þá bar Oppenheimer ábyrgð á 15 nemendum og menn sko á þeim tíma horfðu á hann sem alveg vita gagnslausan leiðtoga í raun og veru og til dæmis vinur hans Ernst Lawrence sem átti eftir að spila líka mikilvæga rullu í gerð sprengjunar hann lýsti Oppenheimer sem bara svona atvinnu furðufugl hann var nafntogaður fyrir að koma sérstakur hvernig hann keðjureikti, hvernig hann talaði hvernig hann klæddi sig, hvernig hann bar sig það sem hann sagði, þú veist, hann var rosalega sérstakur og skrítinn en engu að síðu þá var hann jú valinn fyrir þetta verkefni og stýrði því síðan mjög vel og þá sjáum við náttúrulega líka hans hæfileika því Oppenheimer var eini maðurinn sem hafði yfirsýn yfir allt og vissi eitthvað alla hluti eðlisfræðinar. Því það sem náttúrulega líka er svo erfitt, náttúrulega eins með eðlisfræði eins og með annað, ef við notum til dæmis læknisfræði. Þú ert kannski með skurðlækni sem er búin að sérhæfa sig í skurðaðgerðum á hné á vinstri fæti og það er bara þessi gaur eða gælla er bara svo besti í heiminum bara í því og getur þetta ekkert gert þegar kemur að heilaskurðlækningum. Það veit.
og það er mjög eðlilegt að þekkingin bara svo mikil orðin og flókið og það er náttúrulega eins með eðlisfræðin skiptist náttúrulega inn í sko allavegana þætti og svo náttúrulega verður maður líka að hugsa sko þennan verkfræðilega hluta og allt þetta praktíska í kringum það líka og Oppenheimer nefnilega, það er nefnilega talað það að hann hafði einstakann hæfileika á að sko hann hafði yfirsýn yfir svo mikið og hann gat svo fljótt komið með lausnir á okkur þannig að til dæmis hann var rosalega fljótur að vinna og fljótar að vinna en flestir í kringum sig þannig að hann átti mjög auðvelt með að koma með uppástungur og leiða fólk áfram og til þess að vera mjög duglegur í því að skrifa ritgerði með nemendum sínum og þannig hjálpa nemendum sínum áfram en eins og einn af hans samstarfsmönnum sagði að því að Oppenheimer vann aldrei til Nóbelsverðlauna og einmitt þá sagði þessi vinur hans að ástæðan fyrir því var svo að hann hafði ekki sitkjöt já og það var oft við sko að hann gæti ekki setið nú lengi við skrifborðið og skrifa og það er það sem skiptir svo miklu máli sko fyrir framgang vísindana líka og þú verður líka geta setið og reiknað lengi einhverja útreikninga og berjast við einhver vandamál og það gerði Oppenheimer aldrei en ef maður skoðar ritgerðirnar þá sér maður að þær eru mjög stuttar oft Nei, svo eru þetta kannski líka þeir sem eru með sitt flash þeir kannski eru ekkit endilega svona góðir á öðrum sviðum eins og stjórna svona verkefni eins og þú ert að segja hann hafði hæfileika til að stjórna þessu verkefni og hafði yfirsýn yfir aðra hluti heldur en bara eðlisfræðina og svona þannig að kannski maður er ekki öllu En síðan finnst mér líka bara skjóta inn sem er svo áhugavert með starffræði og svolítið með eðlisfræðina líka að það er bara mismunandi eftir greinum hvenær menn eru kannski á toppnum og fyrir starffræðinga og eðlisfræðinga þá virðist að vera svolítið tilhneiging til þess að menn vinni sína stærstu verk og komi með aðal uppgötvanirnar þegar þeir eru 20 eitthvað, svona fram að 30 og svo dalar það eftir það þannig að þú ert þá kannski búin með þín svona bestu ár sem starffræðingur, eðlisfræðingur sem ungur maður. Þetta er svona svo íþróttamenn á meðan með sagfræðina, það getur bara glemt því þú veist, bestu sagfræðingarnir eru venjulega sko kallar sem og konur sem eru búin að vera að leggja stund á sagfræðin og við að þessu upplýsingum og lesa heimildir í sko áratugi áður en þú ert komin þá einmitt á toppin sko sem er þá kannski ekki í besta falli þegar maður er 40 eitthvað, ef ekki 50-60 En af hverju er þetta svona? Það er bara góð spurning. Þetta finnst mér bara svo áhugavert af hverju það er svona. Það spurði hvort það er svona þegar þú ert svona ungur og það ert kannski meira skapandi og það er léttara fyrir því að sjá ný tækifæri í gömlum dæmum og gömlum ögrunum. Það hlýtur að vera. Ég myndi halda að segja eitthvað þannig kannski. Og þá kemur kannski líka þessi listaræni þáttur inn í sem líka skiptur upp miklu máli í uppgötvunum og nýjum vísindum að menn séu skapandi líka. Þora að hugsa nýtt. Einmitt. En aðeins að því að nú erum við ertu komin á þann stað í narratífinu að sérst hann er byrjaður við þetta verkefni Manhattan Project og hann er sérst gerður að stjórnanda þess verkefnis hvenær erum við að tala hvenær byrjar það? Sko, ég raun að vera náttúrulega á það langan aðdraganda að því það náttúrulega var erfitt sko að koma verkefninu af stað en ef ég mann rétt hvort það hafa verið unnið formlega að bandarska kjarnorkuverkefninu 1941 kannski 40, það er náttúrulega þeir sko bara nýkomnir inn í stríðið en þetta er auðvitað ákveð líka mikilvægt að sjá þetta í samhengi því að Bandaríkjamenn eru auðvitað ekki þeir einu sem eru að reyna að þróa kjarnorkusprengju og ég meina er það ekki strax í upphafi markmiði með þessu verkefni það er að búa til kjarnorkusprengju? Nei, nefnilega ekki. Upphaflega markmiðið var að búa til kjarnorkuofn fyrir kafbáta. Já. En það er þá kannski mitt að nota kjarnorkuna í hernaðarlegum tilgangi sem að upphaflega er þá kafbátar. Já, til þess að sko keyra kafbátin áfram, þú þurfir ekki dísilvélar. Nei. Enda sko þegar það átt að sannfæra Roosevelt þetta, þá erum við talað
byrjaði sá sem sannfærðan að tala sko friðsamlega nót kjarnorkunar. En það er náttúrulega líka sko með tilur kjarnorkusprengjunnar. Jú, maður getur endalaust með einhverja bollalengingar og hvað maður að byrja, en þess vegna er svo skemmtilega líka bók sem ég las sem heitir The Making of the Bomb. Það sem að sagfræðingurinn fer þá líka í gegnum í raun og veru sko sögu eðlisfræðinar upp á þeim punkti, því maður getur í raun og veru sagt að sko allt verkefni sem þetta búa til kjarnorkusprengjuna sé í raun og veru alþjóðlegt samstarf eðlisfræðinga á 19. og 20. öld, þar sem að Bandaríkin sérstaklega eru með síðustu innspýtinguna til þess að búa til sjálfa sprengjuna. Nákvæmlega, góða punktur. Og ég held að þetta sé líka aðeins að því að við vitum það náttúrulega rússarnir náttúrulega verða síðan kjarnorkuveldi númer 2 og Þjóðverjarnir voru með prógram líka og það er auðvitað eitthvað sem að menn hafa alltaf hugsað sér alveg bara sko hryllingurinn tilhugsunum þegar það hefði tekist hjá nasistunum af því þeir voru þannig tegund á stjórnvöldum. En sko þessi 3 ríki segjum Bandaríkin, Sovétríkin og Þýskaland, hugmyndin og vinnan að því að byrja með svona verkefni, það er alveg byrjað í einhverju mynd fyrir stríð. Já. Og svo þurfum við að bæta við Japan líka. Já, voru þeir að vinna þessu líka? Já. Ok. En já, ég alveg endur til að tala um upp af sprengjunum, en þá ég byrja árið 1516. Já, endilega, við höfum hérna allan daginn bara. Því sko, það sem er 1516, ok. Það er svona, það getur með endur svo bollalengingar og spurningi svona hvar maður vill byrja, en mér var svo skemmtilega svona trivia að sko 1516, þá fannst rík silfuræð í Jóakims tal í Þýskalandi og árið 1519 var sem byrjaði að búa til þá silfurmynt og peninga þá úr þessu silfuri og þá var sko Jóakims tal eða Jóakims dalur var þá að taler sem var orðið að þá orðinu dollar 1600 þannig að það orð kemur þaðan. Þannig að kjarnorkusprengjan á upphaf sitt í hinu heilaga rómverska ríki hinnar þýsku þjóðar. Það er nefnilega það, því sko upp úr þessari námu og þessari æð þá uppgötu það að segja Martin Heinrich Klaproth, ég nú svolítið að slátra nafnuna sem allavega þýskur. Mörgum nöfnum hefur verið slátrað hér í hlaðvarpinu sögurskoðun. Mörgum nöfnum. En hann þá fyrstur manna uppgötvaði úraníum úr þessari námu og það var þá 1789 og það er það þekkt sko, þetta var þá ykkur efni sem kalla pitchblend eða bekblende á norsku. Ég var að reyna að finna hvað þetta heitir á íslensku og það fann ég ekki. Bekblanda? Já, er það kannski bara það? Ég veit það ekki sko, mér dattaði þetta í hug en allavega að því úraníum síðan, menn uppgötuðu að menn gáttu nota úraníum síðan í glös og skálar og hitta þetta svona leirtau. Þannig að það myndi að glansa betur og er fallið og menn notuðu aðeins úraníum í þetta. Já. En síðan náttúrulega þannig að ef maður ætla að draga sögu úraníums þá getur maður alveg farið þangað og að því nefni þá núna á sprengjuna þá sá sem í raun og veru var fyrstur sem sá fyrir sem hægt var að búa til sprengju það var ungverskur eðlisfræðingur Szilard að nafni hann sá fyrir sér sko 1934 að hægt væri að búa til sprengju og þá hafði hann einmitt líka verið að sko hafði hann náttúrulega verið að fylgjast með rannsóknum og hafði sérstaklega séð það eftir að Rutherford var held ég eðlisfræðing frá Nýja-Sjálandi sem vann mikið verk og vann Nóbelsverðlaun fyrir eðlisfræði hans rannsóknir og þá sá hann einmitt fyrir sér að þú getur komið af svona keðjuverkun chain reactions sem myndi leiða til sprengingar og Szilard til dæmis, hann hafði það mikla áhyggjur af þessu að hann lagði fram engaleyfi á ákveðnum hlutum þá, eða engaleyfi fyrir ákveðnum hlut sem þyrfti að gera til þess að búa til svona sprengju og bað flotaráðuneytið í Bandaríkjunum frekar en Bretlandi að halda þessu engaleyfi leyndu. Því það sem er svo áhugavert að því ég nefndi líka þetta með að þetta var einu svona sameiginlegt verkefni eðlisfræðinga í Evrópu og Bandaríkjunum að Szilard byrjaði að vinna að því að fela þekkingu. Af því hann var svo hrættur að Þýskaland myndi
geta notað þá þessa þekkingu og byggt sprengju og það allir með líka Szilard var einn af sko 4 ungarskum eðlisfræðingum sem spiluðu mikilvægt hlutverk og þeir 4, það ekki tilvíðun þeir enduðu allir í Bandaríkjunum, það náttúrulega var bæði út af því að Ungverjaland var náttúrulega bara smá ríki eftir Austurríki-Ungverjaland hrundi og allt það því að Austurríki-Ungverjaland það náttúrulega átti sér að vera mjög blómlega sögu þegar við kemur að vísindum og menntun og slíku fram að fyrir heimsstyrjöld og mikið af mikilvægum fræðimönnum sem voru einmitt þaðan en til dæmis, þeir náttúrulega voru gyðingar margir af þessum eðlisfræðingum, þannig að þeir náttúrulega hrökkluðust þá líka út af því til Bandaríkjanna og Szilard til dæmis var einn af aðalmönnunum sem hrindu því að stað að haftir í samband við þá Einstein og síðan áfram reynda að ná sambandi við Roosevelt og að Bandaríkjum myndu byrja að búa til sprengju. En hvað vitum við upphaf þessa verkefnis í Þýskalandi þá og Sovétríkjunum ef út í það farið? Já, sko Rutherford, Einstein og Bohr sem við nú nefnt hingað til, þeir höfðu ekki trú á kjarnorku og það voru svolítið svona kannski þessi svona eldri fræðimenn og þess vegna sér maður kannski okkur er mikilvægt að ungir menn og konur taki við að þessi eldri eru skeptískari enda man ekki hver sagði það að vísindabyltingar eru ekki fyrst og fremst afleiðingar þess að menn skiptum skoðun heldur fyrst og fremst afleiðing þess að hinur gömlu deyja. Einmitt, já, þetta hefur verið sagt áður. Gömlu vísindamennirnir deyja og það eru nýjir sem taka við og mér finnst það mjög áhugaverð hugmynd. Já. En allavega. Já. En Þýskaland var mjög framalega og til dæmis Hahn var þýskur eðlisfræðingur sem uppgötvaði að hægt væri að skipta úraníumi í tvennt með þá nifteind, með því að þú skýtur nifteind, ég held að það sé, er það ekki neutron á úraníum kjarnan og þá skiptir hann sér í tvennt og þannig getur þú komið á chain reaction, keðjuverkun. En það sem er líka áhugavert er að sko viku eftir þetta til dæmis, þá var Oppenheimer líka búin átt að sjá því að hægt var að búa til sprengju og eins hann Enrico Fermi sem var ítalskur eðlisfræðingur hann til dæmis átti að sjá því strax eftir þetta og það er áhugavert að hann ávist að hafa sagt sko þegar hann var í Manhattan og horfði út yfir Manhattan þá var hann vist að hafa sagt sko lítil sprengja og allt þetta hverfur já. Lítil sprengja en Enrico Fermi hann flúði til dæmis frá Ítalíu einmitt líka út af gyðinga og ofsóknum já. Þannig þú veist, maður sé spekjurekkan líka þar Einmitt. Og Fermi átti að spila mikilvæga rullu í Bandaríkjunum og taka mikinn þáttu í að búa til sprengjuna. Þannig að sko bæði Þýskaland og Ítalía mistu sko gífurlega mikið mannauð. En þeim tókst nú samt að keyra í gang verkefni Þjóðverjar. Já, seint síðan þá tókst þeim það. En það sem var sko erfitt með þýska verkefnið, hvað maður segja, það einkennist að ýmsum vandamálum. Það fyrsta er jú það að menn þurftu þungt vatn. Einmitt. Eða þungvatn. Já. Það var bara eitt framleiðandi sem að því í heiminum og það var Rjukan. Í Noregi. Og norsk hydro. Og það er auðvitað eitthvað sem að norska andspyrnuhreyfingin í seinni heimsstyrjöldinni hefur auðvitað fengið mikla athygli fyrir verkefni sem að hún vann og hefur auðvitað orðið svona legendir í norskri eftirstríðssögu og það eru þessi verkefni í Rjukan og ákveðu svona blóm í hnappagati fyrir norsku andspyrnuhreyfinguna. Einmitt. Að því aðdragandinn að því sko var að þegar að Þjóðverjar kannski svona byrja sitt verkefni ákveðnu leyti, við myndum sagt að þeir byrju svona rétt fyrir seinni heimsstyrjöld. En það sem einkennir þýska verkefnið að það náðinu raun og veru ekki nógu hátt og þá hefur við sko að þýsku fræðimennirnir náðu ekki sambandi við svona fremstu framamenn Þriðja ríkisins. Nei. Þannig að til dæmis Albert Speer, hann heyrði fyrst af möguleikanum á því að búa til kjarnorkusprengju 1942 í apríl 42 frá hershöfðingja Fromm. Já, Fromm, já. Og til dæmis, sko, maður getur sagt kannski að verkefnið byrjið þá kannski fyrst og fremst þá, því Speer þá ræddi síðan við Heisenberg og Heisenberg útskýrði fyrir honum þá
útskýrði fyrir honum teóríun og sagði við hann að teórían, þekkingin til staðar, það bara þetta praktíska sem eftir. Og þá bauð til þeim spyr Heisenberg fjármagn og Heisenberg bað nokkur 100.000 ríkismörk, eitthvað af nikkeli og aðeins stál og einhverjum aðri málmar. Og Speer sem var nú vanur að vinna með sko milljarða, fannst þetta að vera svo mikil titlingaskítur að hann bauð 2 milljónir ríkismarka. Byrju, hvað ár var þetta, sagðirðu? Þetta 42. Já. Þannig að Speer orðin hergagna ráðherra. Já, og 42 stríðið tapað. Það bara menn gera sér ekki grein fyrir því. En 42, í april 42, það stríðið tapað. Já, það náttúrulega mjög auðvelt alltaf að segja það með baksýnispeilin, sko. Já, og að því að með baksýnispeilin ertu með svo mikla þekkingu yfir framleiðslu tölur hjá öllum og mannafla og aðstæður hér og það, þú veist, 42 Þýskaland rétt að byrja að full mobilisera sitt hagkerfi. Já, þeir eru bara að setja í gang, sko. Þeir eru bara að setja í gang og þá stríðið náttúrulega löngu tapað því, sko, Bretar, þeir mobiliseruðu strax 39 þegar stríðið brýst út. Sovjetríkin eru búin að vera fullu síðan 41. Þú veist, 42 eru ennþá sko einhverjir 20.000 ekki 100.000 þjóna og svona þjónustufólk bara heima fyrir. Það er óhugsandi í heimstyrjald þar sem vöndun og vinnuafli að það sóa mannafla og mannauði í það að vera eitthvað sko húsjálf allavega. Já. Þannig að þá hrindaðir á staðverkefni en það er náttúrulega ákveðin takmörk fyrir því en samt Þýskaland stóð mjög vel að ýmsu leyti því Þýskaland náttúrulega hafði mjög hæfa eðlisfræðinga. Þýskaland hafði Rjukan verksmiðjuna og þungvatnið. En það sem var svona áhugavert við það líka, Þýskaland leitaðist við að kaupa þungvatnið fyrir stríðið. Já. En Norsk Hydro, var eitthvað, fannst það skrítið og var að spyrja af hverju þau vildu þetta og hún leist ekki vel á svörin, þannig að þeir neituðu að selja þeim þetta. Leist ekki vel á svörin. Nei, það er mest svo áhugavert því þjóðverðar buðu vel, þannig að það voru að hugsa bara út frá sko peningum. Já. Því það sem gerðist síðan er að Frakkar leitust við að kaupa þungvatnið og þá gaf Norsk Hydro Frökkum þungvatnið. Já. Tók einu sinni borgun fyrir. Það er bara svo leis. Þannig að þeim tók sko að fljúga heilmiklu þungvatnið til Parísar. En í því er París fjall að þá náðu Þjóðverjar öllu þessu vatni og fluttu það til Þýskalands og ekki bara það því þegar þeir tóku Belgíu, þá náðu líka gífurlegu magni af svona úraníum gríti. Það var einhvers konar, grjóti fullu af úraníum sem þurfti að bara vinna úr. Þannig að raun og veru höfðu Þjóðverjar ágætis möguleika á að hanna sprengju. Það er mitt. En sko Adolf Hitler hafði enga trú á kjarnorku. Nei. Og þá í þeim skilningi, hann sá ekki fyrir sér að hægt væri að búa til sprengju í tíma til þess að klára stríðið. Nei, hann náttúrulega var líka svona mikill svona spur of the moment típa. Já. Hann var svolítið svona lifði í núinu og tók ákvarðanir bara svona eftir hvernig vindar blésu. Algjörlega, það auðvitað spila líka rulli en það var samt vandamál með það var svolítið einkenndi svolítið kjarnorku verkefni að það voru mjög margir sem höfðu ekki trú á því. Í sama skilningi og til dæmis sjáum við það sko Bandaríkin bara rétt náðu að þróa sprengjuna til þess að geta notað hann í blálókin og þá Japan. Jú. Að þeir til dæmis Rússar, þeir sáu líka að þeir höfðu ekki efnað að nota þekkingu og mannafla og auðlindir í hann að sprengju til þess að klára stríðið og hún myndi koma of seint og það var eins með Japan sá líka að það yrði of seint. Það er allir að hugsa þetta. En mér finnst þetta áhugavert svo að segja með Japan. Mér finnst forvitnilegt að vita svona hversu langt þeir voru komnir í þessari þróun. Já. Sko 1940 þá sagði Suzuki sem var þá Lieutenant Colonel Suzuki. Já, sem var eðlisfræðingur við ég man ekki hvort það var eðlisfræðingur við háskólann í Tókjó eða eitthvað slíkt en hann hafði lært við aðal menntastofnanir Evrópu og þekkti alla þess að kalla það er bara svo áhugavert líka þú veist, allir sem menn þekktu hvort hann þú veist, þeir voru að lesa ritgerðin eftir hvora aðra og já.
það sem þú sér sko að fram að kannski 1939 þá var þróun kjarnorkunnar, ég held þú getur alveg sagt að þróun kjarnorkunnar hafi verið sameiginlegt verkefni því menn voru að birta rannsóknir til dæmis hann sýndi að hægt væri að kljúfa úraniumið, ok, þá sér allt í þessi, heyrðu, við getum gert svona og þá byrjar hann að hrindir hann að staða einhvern rannsóknum og þá sér maður svona, heyrðu, við getum gert svona og svo heldur þetta áfram því menn er alltaf að birta þetta og svo fáðu stuðning frá okkur öðrum og svona hægt og rólega þannig að búa til þessa þekkingarlegu umgjörð. Þannig að þessu er til dæmis að þegar að Heisenberg loksins talaði við Speer þá sagði hann við hann við höfum alla þekkinguna, við þurfum bara þetta praktiska, við þurfum bara versmiðunar. Já. Og aftur á hann Suzuki árið 1940 þá sagði hann við sína yfirmenn að Japan hefði nægan aðgang að úraníum bæði þá á Kóreu og í Burma og þess vegna möguleika á að búa til sprengju. Já. Og annar japanskur eðlisfræðingur, Yasuda, hann hafði búið til og byggt það sem kallast cyclotron. Sko, cyclotronin held ég man ekki nákvæmlega hvað hann gerir, en cyclotronin allan var hvort það sé fyrirmyndin af einhverjum svona kjarnaofni, einhverju slíku, og alveg nauðsynlegt til þess að geta búið til kjarnorkusprengjur og til þess að sko, þróa verkefnið. Þannig að hann hafði svona cyclotron og 100 eðlisfræðinga sem voru aðstofan. Wow. Og 1941 þá komu boð frá japanska flughernum að búa til sprengju, þróa sprengju. Já. Þannig að Japan var það snemma í því og síðan, og þetta er típist fyrir Japan, 1943 þá komu boð frá japanska flotanum að þróa kjarnorku. Já. Þannig að þarna ertu með svona hérna ýmsu arma ríkisins og hersins sem eru að einmitt. Og svo náttúrulega komu líka Sovétríkin inn í þetta, því hann Hútermann sem Oppenheimer hafði lært með við Göttingen. Hútermann var gyðingur og hann var mjög stoltur af því, þess vegna líka áhugavert að bera þá svolítið sama því Hútermann gerði í því að tala það að hann væri gyðingur. Og hann til dæmis sagði stundum við fólk sko að þegar þið voru bara apar í trjánum þá voru mínir forfeður að falsa víxla og eitthvað slíkt. Það spilaði á svona stereotypur. Já. En hann Karl Greið álpaðist til Sovétríkjanna 1933 og þar lenti hann utan bara í þessum hreinsunum og hryllingnum sem átti sér stað þar og hvort það ekki NKVD tók hann og börður honum alla tennurnar og nýttust á honum. Já. Og svo þegar að síðan að Þýskaland og Sovétríkin gerðu þennan sáttmála, Molotov-Ribbentrop sáttmálan, að þá fólust í honum líka fangaskipti og þá var Hútermann sendur aftur tilbaka til Þýskalands. Já. Tannlaus. Og búin að læra líka, því það sem er áhugavert er að Hútermann var búin að reikna út öll mikilvægstu atriðin við gerð sprengjunnar. Já. Og hann rætti til dæmis við annan þýskan eðlisfræðing og Heisenberg en Hútermann sagði bara það sem hann þurfti þannig að hann var búin að læra það í Sovétríkjunum að segja eins mikið og þarft að segja til þess að lifa af en ekki segja allt. Já. Þannig að það maður getur til dæmis alveg ímynda sér ef Hútermann hefði sko af fullum þunga kastað sér líka út í gerð sprengjunar og ef þýskir eðlisfræðingar hefðu náð sambandi við elítuna í næsta flokknum kannski nú þegar 1939-1940 þá hefur það geta haft gífurlega áhrif hvað varðar sko gerð og þróun sprengjunar. En sjáðu hérna, þú veist, hérna ertu með þessi alræðisríki, Þýskaland og Sovétríkin sem eru bæði með svona, þú veist, mjög svona stranga fjandsamlega hugmyndafræði gegn þeim þjóðfélagshópi sem þeir telja að vera óvinur sinn, gyðingar annars vegar og síðan hinn kapitalísku öfl hins vegar og þeirra agentar sem í augum Stalins voru þá njósnarar og eitthvað svona og þú veist eins og við sögum á hann, ég meina þú veist þjóðuröfnir eru að senda það úr landi og þeir eru að flýja og það er spekileiki og verða af þessum resursum og samanskapið, þú veist, eru rússar með þarna mann hjá sér skilur sem þeir eru með í fangelsi og eru að berja tennurnar úr honum og eitthvað svona skilur í staði fyrir að nýta hann og örugglega fleiri svona dæmi
á meðan sko í Bandaríkjunum sko þar eru vísindamennirnir sko meiri sér á tímum kaldastríðsins í þú veist vöggu kaldastríðsins það sem að tortryggni gegn kommunisma hvað mest skilur þá þið samt að láta mann sem viðriðinn kommunista í Bandaríkjunum skilur, menna þessi ef að Bandaríkin hefði hugsað eins þá hefði hann alltaf verið settur í fangabúðir sko algjörlega þannig að þarna sérðu munin á þessu sko þarna sem að munin á þessu og eins sko Sovétríkin 1939 voru byrjuð að hanna sprengju það bara komið mér svo óvart þegar ég var að kynna mér þetta hvað menn voru í raun og byrjuð snemma algjörlega og það er talað um það eins og Sovétmenn hafi sko þú veist bæði Þýskaland og Sovétríkin sko þegar sko stríðið byrjar þá hægist á þessu verkefni þessi lönd eru komin í stríð og þurfa að senda fólk á vígvöllin og beina resursum annað það einmitt máli og það sem allir með Sovétríkin að Gorbachev varaði ríkisstjórnina við og sagði að hægt var að búa til kjarnorkusprengjur og svona 1940 það áttu Sovétríkin sér líka á því að Bandaríkin væri að gera eitthvað af því að það sem gerist líka að allt í einu hættu þessir eðlisfræðingar að birta ritgerðir þannig að leyndin kom upp þá að allt í einu þessi bara horfin hvað hann að plotta núna nú hann eitthvað að bauka nákvæmlega en og þá til dæmis að mann rétt sko Gorbachev var það einmitt beint inn á aðra hluti að vinna að radarrannsóknum það er svo mikil hluti í þessu að til dæmis Japanir voru að leggja meiri áherslu á radar og þróun á öflugur og betri radartækni en síðan upp úr 1943 þá þegar Sovétríkin sjá að þeir eru að fara að vinna stríðið þá gátu þeir aftur dregið allavega þekkingu og fræðimenn og talent aftur inn í kjarnorkuverkefnið og byrjað að byggja það upp á fullu. Einmitt. En til dæmis sko hoppum aðeins aftur sko að þessu sko tilurð verkefnisins í Bandaríkjunum að því þú varst líka að tala sko munina sem allsherjaríkjum og þessu sko opna lýðræðisríki alræðisríkjum að til dæmis sko að því aftur á honum Szilard, ungverjanum sem hafði flutt í Bandaríkjana því hann hafði samband við Einstein vegna þess að Einstein hafði auðvitað tengingar við stjórnmálumenn hér og þar því að Einstein alltaf var svo frægur því að Szilard vantaði eitthvað til þess að hann vantaði eitthvað sem geti veitt sér nægur löggildingu til þess að komast nálagt einhverjum bandarískum stjórnmálumanni sem geti komið honum alla leið á toppinn þannig að hann geti náð sambandi við Roosevelt þetta Bandaríkin svona stórt við erum ekkert að fara að ná neinu sambandi við Joe Biden maður þarf að vera með eitthvað tengsl ef maður þarf að reyna að komast í eitthvað slíkt og Einstein þá aðstóði Szilard og þeir náðu þá að hafa samband við Alexander Sachs sem hlustaði á þetta og sannfærðist og bauðst til þess að tala við Roosevelt. Sachs hafði unnið mikið með Roosevelt áður og var menntaður í heimspeki lögfræði og félagsfræði og svona. Og mér er svolítið skemmtileg saga því Sachs þekkti Roosevelt mjög vel og gerði sig grein fyrir því að Roosevelt fekk náttúrulega rosalega mikið af gögnum inn á sitt borð og fekk alla hana pappíra og þannig og gerði sig grein fyrir því að hann ætlaði að leggja eitthvað bréf á borði hjá hann, þá mátti ekki hafa neitt upp á sig. Og svo er náttúrulega líka þetta, hvernig ætlar að útskýra einhverju, hvernig ætlar að fanga athyglinna og ná að halda athyglinni, þannig hann sagði hann sér sögu og hann sagði hann sér sögu þá af manni sem hafði sendt bréf til Napóleons þar sem að þessi ungi maður hafði stungið upp á því að hann geti byggt skip fyrir Napóleon, skip sem myndi ekki þurfa neinn segl, getur siglt til Englands hvenær sem væri, getur siglt yfir bara örfáum klukkutímum án vandkvæða og þetta myndi þá leysa vandamál Napóleons þá getur hann auðvitað komið sér þarna yfir og Napóleon alltaf hristi bara höfuð og kallaði þetta rugl og kastaði bréfinu frá sér. En þessi maður hét sem þetta Robert Fulton og það var hann sem byggði síðan fyrsta gufuskipið 1807. Já, þetta er náttúrulega þá hló Roosevelt einmitt að þessu. Já þetta er svolítið eins og með þú veist ungverska
fallbyssusmiðin sem að fór til bísanska keisarans þú veist 1450 eða hvernig sem það var og bauðst til að smíða fyrir hann fallbyssu og hann sagði nei og þá fór hann niður til Tyrkjana sko og þeir sögðu já, fattaru og svo féll Konstantínópel fyrir þessu gjöreyðinga vopni þess tíma sem var fallbyssan sem gat eðilagt borgamúra sem höfðu staðið í 1000 ár og var hann þá í að því að myndi fara yfir til Rússana? Nei, hann var fyrst og fremst að í að því að sko maður þarf að taka nýja tækni alvarlega og þó eitthvað hljómi fáránlega þá eru samt tækifæri í því og þá finnst mér líka áhugaverði sko þessi áhersla á frið því það sem kemur fram hjá mikið af þessum fræðimönnum að til dæmis Szilard og þessi ungversku félagar hans sko þeir dreymdu friðsælinn heim bjartari framtíð og sáu fyrir sér að kjarnorkan myndi geta aðstoða við það þannig til dæmis í því að þegar Sachs var að útskýra til þess fyrir Roosevelt hvað möguleikar væru í kjarnorkunni þá stakk hann fyrst upp á sko rafmagnsframleiðsla og svo voru þú veist læknisfræðilega not og svo kjarnorkusprengja og í því sem hann sagði það sko að þá á Roosevelt sko hafa svarað á lokum ok Alex þú sett að segja mér það að nasistarnir getur sprengt okkur í tætlur og það var þá þannig að pointi þá hjá Szilard og öðrum eðlisfræðingum var að gera forseta Bandaríkjanna grein fyrir því að Þriðja ríkið gæti þróa sprengju sem væri þá algjört gjöreyðingarvopn og að Bandaríkin yrðu að þróa slíkt vopn á undan þeim og þá hrindu menn af statliðumest eða Uranium Committee lagði þá til að þróuð yrði kjarnorka og þá fyrst og fremst sem eldsneyti í kafbáta kannski tilbúið til sprengju þetta byrja þá 1939 og þarna byrja menn síðan þá að fela rannsóknir ekki að birta nýja rannsóknir og þarna vindur þetta upp á sig og Sovétríkin og aðrir gera sér grein fyrir því að það eitthvað að gerast í Bandaríkjunum því allt í einu eru menn og farnir að þegja þegar kemur á kjarnorkunni og svo líka áhugavert að skjóta þetta inn sko, þegar við erum ekki að tala um England að Churchill hafði líka verið varað við kjarnorkusprengjum og hættunni við því að Þýskaland væri að þróa slíku vopn 1939 en þeir voru ekkert með sitt eigið prógram jú, því England var líka með sitt eigið prógram og það sem var líka svo áhugavert þá sér maður líka sko munin á þessum alræðisríkjum og kúnaríkjum og þessum tildölu opnu frjálslyndisríkjum er að englendingar síðan deildu allir sinni þekkingu á kjarnorkusprengjunni með Bandaríkjunum og unnu með Bandaríkjunum en það náttúrulega betur bara líka hluti af þú veist þróun þeirra bandalags sem náttúrulega verður mjög þétt og það var náttúrulega ekki bara á þessu sviði sem að þeir voru að deila leyndarmálum með hvora öðrum öllum öðrum sviðum líka já en það er náttúrulega hluti af því til dæmis af hverju þeir unnu síðan stríði því það sem er svo áhugavert líka allir þessi öxulveldi er í raun og veru hugtak sem maður geti bara kastað út gluggan því sko að Þýskaland og Ítalía unnu ekki einu sinni saman en hvað þá Japan en það er kannski alltaf lægi að líta bara svo á að þú veist Bandaríkin og Bretland eru bara eitt skilurðu í þessu stríði já og það er náttúrulega í raun og veru mjög sérstakt svona sögulega séð þú veist að sjaldan að bandamenn séu svo nánir en það er náttúrulega kannski líka út af tilvistarkreppunni og allt slíkt en til dæmis að breski stjórnmálamenn voru varaði við því að ekki taka því of trúanlega ef Hitler til þess myndi að því í samskipti sínu við þá að Þýskaland væri að þróa ný ofurvopn þá var það líka sko að þeir voru orðið meðvitaðir kjarnorkusprengjuna svo snemma já en ef að tala síðan aðeins Manhattan Projectið og hvernig það verður síðan að veruleika já að því sko í stuttumáli sagt að maður sér maður ut að þetta kjarnorkuprógram þetta vindur hægt og rólu upp á sig þetta byrjar sem þetta þróa kjarnorku fyrir kafbáta og svo þegar Bandaríkjunum komin að fullum þunga inn í stríðið og Roosevelt gerir sig grein fyrir því að hægt sé að búa til sprengju að þá síðan hlaupið til og menn fá síðan hann Groves hersöðingja til þess að stýra þessu verkefni hann Leslie Groves hann vildi bara komast út í stríðið og taka virkan þátt þar en hann var beðinn að leiða þetta verkefni og tók það við því 1942 og þá kom fullur þungi því til dæmis ástæðan fyrir því okkur Bohr
hélt að ekki var hægt að gera kjarnorkusprengju var að hann sagði eitthvað á þá leið sko þá ertu að breyta Bandaríkjunum í verksmiðu af því sko þessi sko teórían þekkingin þar og þetta fræðilega það var alveg til staðar en svo er náttúrulega spurningin sko hversu brjálæslegt magn af orku þarftu til þess að skilja til dæmis úran frá öðru úrani því það þú veist, þú getur ekki nota hvaða tegund sem sko, þú ert að skilja nógu mikið af U-235 frá til þess að geta síðan búið til það er þetta auðga úranið það er eins og Íran hefur verið að vinna að Já. Þú ætti að auðgaðu upp eitthvað ákveðið mikið ég held 60% var ekki verið að tala um það að markmið að mörki verið 60 að Íran mætti ekki auðgaða meira því að þú þarft ekki að auðga úran meira fyrir kjarnorku rafmagnsframleiðslu Nei Ef þú var að auðgaða meira en það þá voru við bara að tala um sprengjur einmitt og til dæmis sá Japanir að til þess að auðga svona mikið úran hvort þau þurftu að nota helmingin af rafmagnsframleiðslu Japans Já, það er svolítið mikið það var náttúrulega bara augljóst já, Japan hafði enga iðnaðar burði til þess að búa til sprengju Nei og þannig þess að náttúrulega stoppaði verkefni svo sem þar En hvernig er með eins og þú ert að tala um þjóðverjar voru með þetta þungavatn þurftu Bandaríkjamenn ekki það? Nei, það er nefnilega líka áhugavert við þetta að þjóðverjar röktu svolítið inn á svona villuspor í sínum rannsóknum Það sem gerðist var að þeir sem framkvæmdu ákveðnar rannsóknir sem ég get ekki gerkarinn fyrir hverjar voru en það margt sem betur til þess að það voru örugglega ekki alveg hrein efnin sem voru að nota með þau héldu þannig að þeir sáu fyrir sér sem að auðga úrun væri mikið erfiðar en það var Bandaríkjumenn rétt fyrir þetta á þessum tíma þá var sér að bandarískur fræðimaður sem var að vinna rannsóknir á þessu og grafít til dæmis Grafít, já Er ekki grafít bara? Jú, það er einmitt það sem rússarnir voru að segja með seinna Já að þá til dæmis áttu Bandaríkjumenn sig á því að þú þyrftir ekki fara þessa leið og fundu þá í raunum kalla það svona einfaldari leið að þið búa til sprengju og auðga úran og slíkt en þá er líka komin þessi leynd þannig að þessar rannsóknir voru til ekki birtar Einmitt, þannig að þú getur sagt að Þýskaland það fóra svolítið inn á svona villuspor sem þeir sátu svolítið fastir í Þannig að Bandaríkjamenn voru fættir að nota grafít Já, og svo líka það sem er líka áhugavert við þetta að þýska úraníumprogrammi og þetta er vandamáli fyrir þjóðverði að hafa ekki að þýskir eðlisfræðingar hafa náð sambandi við elítuna er að fyrst var þetta kjarnorkuprogrammi þýska undir þýska hernum en það var síðan fært yfir í menntamálaráðuneytið Einmitt og menntamálaráðuneytið er alltaf enga veginn með fjármuni á við hernaðarráðuneytið Einmitt og svo þegar var reynt að ná sambandi við þess að kalla við Hitler og Bormann og Göring og svona þeir sendu boðuð þá til fundar þessi elíta þýskra eðlisfræðinga þar meðal Heisenberg það var það klúður og það krassaði við einhvern annan fund og misskilningur og þess vegna líka dróst þetta allt og þess vegna heyrði sper ekki af þessu fyrir en í apríl 42 Einmitt og þá var þýska prógrami búið að vera mikið á villuvegum sem er eiginlega svona góð tilviljun því Þýskaland hafði eina aðgóngin að þungavatni sem hafði spilað mikilvægur rullu í rannsóknum höfðu hellings úraníum eftir að hafa náð því í Belgíu og voru með cyclotron og fullt af flottum eðlisfræðingum þannig að þeir voru með allt þeir hefðu bara að byggja upp þetta versmiðurnar og iðnaðar eða framleiðslugetuna það hefði náttúrulega kostað gífurlega mikið Einmitt en Þýskaland var það mikið iðnaðar veldi að þeir hefðu nú getað gert það en það hefði verið að gera það snemma þá hefði það bitnað á öðrum verkefnum Já en í staðinni var eitt hellings orku til dæmis í VAF eldflaugarnar VAF 1 og VAF 2 og Wunderwaffen já, sem voru náttúrulega ekki að fara að vinna neitt þetta stríð Nei eða ennþá stærri skriðdreka og svona Herðu, þeim tókst þetta ekki Nei en Bandaríkjamönnum tókst þetta nú held ég að við þurfum að fara svona síga á seinni hlutan hjá okkur í þessari yfirferð Bandaríkjamenn koma þessu loks á koppinn og 1945 í ágúst þá er valið að nota þessar sprengjur í hernaðarlegum tilgangi í fyrsta sinn
I have blood on my hands, sagði Oppenheimer. Jú. Og það nú fræg sena í myndinni, eða svona fræg sena, það áhugaverð sena það sem að þessi samskipti hans og Trumans eru sýnd. Og hvað segir Truman aftur við hann? Hann segir hann að þessi heimski vísindamaður algjör vitleysingur. Já, hann sagði, ég skrifa þetta, I told him the blood was on my hands to let me worry about that. Já. Og svo var hann alveg brjálaður hann og kallaði hann crybaby scientist. Crybaby scientist. Ég vildi ekki sjá hann aftur. Ég veit. En sko, náttúrulega sprengjurnar í Hiroshima og Nagasaki kannski bara sérstakt málefni sem að þarf auðvitað að taka bara sérstaklega fyrir held ég, og ég held að við þurftum líka að taka sérstaklega fyrir sko þróun, þú veist, kjarnorku sprengjunar í Sovétríkjunum eftir stríð, af því að þetta var auðvitað skilaboð til Rússana meðal annars og við erum komin inn í náttúrulega bara algjörlega nýja heimsmynd þar sem að kjarnorkuváin ræður ríkjum, og það er auðvitað mjög áhugaverð saga líka hvernig Rússarnir síðan náttúrulega vakna til lífsins eftir seinni heimsstyrjöldina og fara að þróa sína eigin sprengju og nota meðal annars þýska vísindamenn sem að þeir hafa tekið til fanga og svo framvegis. En sko það eru 100 til 200.000 manns eða eitthvað álíka sem að missa lífið í Japan þessa 2 daga, eða sem kjölfara þessum árásum þessa 2 daga 7. og 9. ágúst 1945. Já. Pældi í því hvað það er mikið. En við höfum auðvitað talað það áður meðal annars í hlaðvarpinu að þá eru auðvitað fleiri svo sem að mistu lífið í þessum hryllilegu loftárásum Bandaríkjanna í Japan með þessar eldsprengjur og allt það. Já, svo í Tókjó. En þetta eru skilaboðin og það sem að auðvitað kemur fram í þessu sem að skiptir málið þarna. Það er það. En það finnst mér það líka kannski verið sérstaklega áhugavert með kjarnorkusprengjuna að þessi vísindamenn sem fyrst og ennst unnu að því að þróa sprengjuna, og nú er ég að hugsa þessa bandarsku vísindamenn, þetta náttúrulega voru þetta ákveðin svona alþjóðamenn, þú veist, mikið af þessum mönnum þetta voru flóttamenn frá Ungverjalandi og Ítalíu og Þýskalandi og hefðu stundar nám í öðrum ríkjum og þeir voru mjög litaðir af því að þeir vildu hafa einhvern veginn svona opið og frjálst samfélag, til dæmis Niels Bohr, hann var mjög mótfallinn því að vera að halda einhverjum eðlisfræðirannsóknum leyndum. Þannig að hann til dæmis og Szilard krössuðu svolítið með það. Og það sést til dæmis í því til dæmis að Oppenheimer vildi bjóða Sovétríkjunum inn í bandarska kjarnorkuverkefnið. Já. Og hann vildi að Sovétmenn myndu vera með einhverja sínum mönnum við sprengjuna, við fyrstu sprengjuna, Trinity, og myndu þá geta fylgst með að sjá. Að því auðvitað gerðu þessu menn sig grein fyrir því að Sovétríkin höfðu iðnaðargetuna og færa eðlisfræðinga, þannig að þeir myndu búa til sprengju á endanum. Já. Það var bara spurning hvenar. Einmitt. En þá aftur á móti kemur inn í þetta kannski þessi svona barnatrú, og hvað voru kannski barnalegir. Já. Að trúa því að Sovétríkin og stalinisminni og eins og það ríki var, að hægt væri að taka þá með sér inn í eitthvað svona verkefni. En sko þessi móralski siðferðislegi boðskapur, eða hvað ég var að segja, þessi siðferðislega hlið á þessu. Já. Þú veist, að búa til gereyðingavopn sem getur drepið 200.000 manns á 2 dögum. Já. Sem er náttúrulega bara titlingaskítur með það sem að þessi vopn geta gert í dag. Já. Það er nú, ef við ætlum aðeins að svona vrappa þessu upp svona í kringum Oppenheimer og kannski þessa mynd og svona sem var svolítið svona, og þessa bók Prometheus sem er kannski svolítið svona kveikjan að þessum umræðum hér í dag. Já. En sko þessi móralska hlið, hún er sýnd svolítið í myndinni. Það er valið að láta þess að Oppenheimer vera að fá flashback og upplifa alls konar svona tálsýnir og upplifanir í tengslu við þessa gereyðingu sem hann er búin að búa til. Titill bókarinnar American Prometheus. Hver er Prometheus? Það er pottit eitthvað ógrískri. Jó. Hann stal eldinum frá goðunum, frá seifi, og lét manneskjurnar hafa það.
mannfólk og var refsað fyrir festur upp í Kákasusfjöllin og svo Örn sem kemur og étur úr lifrin á hverjum degi Ói. þannig að því það reyti safe svo til reiði Þannig að þetta er myndlíking sko og þá er Oppenheimer þetta þessi nútíma Prometheus sem kemur og færir kjarnorku eldin Nákvæmlega og þetta er auðvitað eitthvað sko bara svo stórt málefni að sko manneskjan er að taka í notkun sína náttúruöfl sem eru svo sko kraftmikil að við næstum því ráðum ekki við þau og mér finnst þetta svo óhugnanlegt auðvitað vegna þess að þetta er ekki nema sko 1 eða 2 kynslóðir síðan sko líka við 1 kynslóð síðan að við tókum þetta í notkun sko Já og líka bara þess að skjóta inn í raun og veru hversu kannski lítið menn gerir svo grein fyrir hvað við voru að sýsla með að þegar að þeir voru svo að undirbúa fyrstu sprengjuna, Trinity að þá voru menn að veðja það hversu stór sprengjan er því þá í hversu mörg tonn af TNT þetta væri og svo runni svolítið svona 2 grímur á suma þegar hann Enrico Fermi fór að veðja það við einhver að taka svona side bet hvort að sprengjan myndi kveika í andrúmsloftinu eða ekki Já, einmitt það var Ignite the Atmosphere einmitt og þá ertu að tala í rauninni bara keðjuverkum bara þangað til að jörðin verður að eins og sólin eða eitthvað Já, einmitt, það var sama þegar menn voru að sprengja fyrstu sprengjuna ekki fyrstu vetnissprengjuna í hérna út á hafi hvort það myndi kveiki einhvern veginn í atómónum þar og þú myndi þurrka upp hafið og það áttur bara að tala heimsendi Þetta er alveg þetta er svo bilað skilurðu að menn séu búin að menn hafi þú veist farið út í þeirra leiðangur skilurðu Algjörlega Þú veist, þetta er svo óþægild að vita til þess að þessir gríðalegu kraftar séu í höndum mennskara manna og það getur ekki enda vel Nei, það er en auðvitað á sama tíma þá getur maður þakka fyrir það allavega ennþá núna eru við þú veist, það eru bara komin einhver 70 ár síðan skilur við, 80 ár eða eitthvað þetta er nú bara lítið sandkotn í hérna eyðimörk tímans en þú veist, ennþann dag í dag er auðvitað þannig að það eru hvað við segja, ábyrgir aðilar það eru ríkisstjórnir stórvelda eða ríkja sem að sjá þessi málefni skilur, þetta er ekki kaotist út, það er ekki hvers með sem er að vinna með þessi hættulegu efni fattaru og þú veist hvað svo okkur finnst þessa þjóðarleiðtoga skilur sem sitja á þessum kjarnorkuopnum þá er þetta samt ábyrgir aðilar að því leitið að þú veist að við getum svona nokkurn veginn vonandi treysti að þeir séu ekki að fara út í þriðju heimsstyrjöldina alltaf hættan þetta kemur þegar óábyrgir aðilar koma höndum yfir svona vopn Já, einmitt þetta er bara pólitík skilur menn tala eins og nú eru forsetakosningar í Bandaríkjunum á þessu ári og þú veist hvað eru menn að tala þú veist það er stríð í Úkraínu og það eru atvinnumál og það er Trump og þú veist það eru falsfréttir og eitthvað skilur en þetta er svo stórt og þetta umhverfismálin og þú veist og það eru var það ekki hann Yuval Harari ísraelski sagfræðingurinn sem hefur nú oft haft svolítið svona vítt perspektíf í sinni nálgun á söguna sem mitt sagði þetta skilur að þú veist að þessi stóru vandamál sem heimurinn stendur frammi fyrir sem eru þessu kjarnorkuváin og umhverfismálin og fleiri svona mál þú veist þetta er ekkert mál sem einhverjar ríkisstjórnir í einhverjum þjóðríkjum eins og Sviss eða Austurríki eða Ísland eða Noregur er að taka á skilur, þetta er náttúrulega bara en það er náttúrulega þú veist alþjóða stefna að maður reynir að takmarka útbreiðslu kjarnorkuvopna Já Nei, það er einmitt það og einmitt bara, þú veist, í beinu framhald af þessu þegar Roosevelt lést þá sagði Oppenheimer einmitt sko, Roosevelt var ég tek enska kvotið Roosevelt was a great architect perhaps Truman will be a good carpenter Já og mér finnst það svolítið góð lína og
það nærði svo vel sko. Roosevelt náttúrulega var þessi mikli maður og náttúrulega spurning sko, hvernig hann hefði beitt sprengjunni eða ekki og svo náttúrulega þessi óvissa þá með Truman en því síðan náttúrulega kemur líka inn í þetta og það sem er áhugavert að kjarnorkusprengjan kostaði þessu brjálæðislega mikið að sumir af sko, aðal mönnunum sem stóðu á bakveginu voru hræddir við það raunverulega að vera dregnir fyrir herrétt eftir stríð ef þetta myndi mistakast Fyrir að hafa notað svona mikið pening í ekki neitt Já Einmitt. Og það er einmitt hlutæði sko, og menn voru hræddir það að það var búin að nota svo mikið fjármagn og að það yrði ekkert úr þessu og það setti líka pressu á menn að nota sjálfa sprengjuna þannig að til dæmis að þegar að Hiroshima og Nagasaki voru þurrkaðar út að þá voru var það mjög erfitt fyrir marga af fræðimönnum sem unni við sprengjuna og meðan að til dæmis hersöðingarnir voru aftur á móti þá var þetta mjög ánæður og til dæmis Groves sko var sérstaklega ánæður eftir fyrstu sprengjuna og lýsti því yfir að hann hefði aldrei efast Oppenheimer og hann var stoltur á honum af því það náttúrulega lá svo mikið á þeirra herðum auðvitað af því við erum að tala sko stjarnfræðilegar upphæðir Einmitt. og þá þú ert að sína fram að þú fékkst eitthvað fyrir upphæðina Algjörlega. þá getur þú bara benda á heyrðu, nú eru komið með stimpilistrákar við klárum Kyrrahafsstríðið með sprengjunni Einmitt. En aftur á Prometheus eins og ég ætlaði að koma hérna áðan Oppenheimer sýndur svolítið svona eins og þú veist að segja líka hann var fluggáðar og hann talaði öll þessi tungumál og hann var líka inn í bókmentum og svona Var þetta eitthvað hugarangur fyrir honum eins og það er sýnt í myndinni þetta að vera orðin Destroyer of Worlds Já, það var mjög erfitt og einmitt kvótið er Now I am become death, the destroyer of worlds og þá var hann að vísa í sko Bhagavad Gita sem er aðaltrúari hindúista hindúa og þá er einmitt sko Vishnu og það er ákveðin þrenning í hindúismannum, það er Shiva, Vishnu og okkur man ekki hvað þriðji var en allavega hana og þá er einmitt Vishnu sem að tala við prins og reyna að sannfæra prinsinn að gera skyldu sína og þá segir Vishnu þetta við prinsinn og þetta hafa verið þessi fleygu orð sem Oppenheimer ávist hafa sagt og Oppenheimer vann mjög hart að því að reyna að koma í veg fyrir vopnakapphlaup og kjarnorku vopnakapphlaup og hann átti mjög erfitt með það að bera ábyrgð á þessari sprengju og dreymdi að hægt var að koma á einhverju sko alþjóðlegu kerfi sem myndi koma í veg fyrir að aðri myndi búa til sprengjur og slíkt já. En það var nú ekki hans verkefni og kannski ekki hans kynslóð sem að fjallaði skaut og þeir reyndu þetta margir fræðimennir en þeim tókst ekki og var ekki hlustað á já. Ok, hann Destroyer of Worlds, Oppenheimer það var ekki kjarnorkan sem var honum banni, það var tóbakið hann keðjureykti alveg þvílíkt fekk krabbamein í háls og dó 1967 og auðvitað stór hluti af þessari mynd sem við vorum að tala um hérna áðan var náttúrulega þessar yfirheyrslur og þetta vesen í kringum það allt saman en hann svona kannski féll svolítið svona úr sviðsljósunu eftir stríðið, eða ekki? Jó, kannski svona ákveðin hann alltaf barðist fyrir því að reyna að koma okkur úr kerfi og svona en hann náttúrulega eins og þessi rétturhöld alltaf misti hann öryggisaðganginn sinn þannig að hann alltaf fjall í óná þar en var svona útskúfað frá Washington ákveðin leyti og þannig alltaf var honum mikið áfall en þetta er náttúrulega líka hlutið hann alltaf dó ekki um 62 ára gamall það er náttúrulega kannski líka hlutið okkur hann vann aldrei Nóbelsverðlaun sem er að haldi fram að hann hefði lifað lengur og þá hefði hann fengið þau verðlaun en hann náttúrulega líka sem ekkert sérstaklega að tala hann svona persónulega líf en það var líka mjög stormasamt og það var mjög erfitt heimilishaldið allt saman heima hjá honum eða eignuðust, hann og konans eignuðust eða konans var alkoholisti og þau eignuðust 2 börn og börninast 2 voru bæði tvískilin og endaði þannig að dóttirnas fram til sjálfsmorð eða fyrirfór sér Býtu, lét hann ekki gefa frá sér börnin? Þau yfirgáfu krakkana stundum mánuðum saman og í eitt skipti þá spurði hann gott vinafólk hvort þau vildi ekki bara taka strákinn sem var yngri þau vildi ekki bara ætlið hann þannig að
Já, þannig að börnin hans náttúrulega voru í mjög litlu og mjög takmörkuðu sambandi við foreldra sína. Nei, maður getur ekki verið snillingur á öllum sviðum. Nei. Svo mikið er víst. En já, er þetta kannski bara orðin svona þokkalegi yfirferð yfir svona Oppenheimer og svona, hvað myndirðu segja svona með myndina? Hvað er þetta að fara að gefa henni margar stjörnur? Mér finnst það búið erfitt. Ég veit það ekki. Ég hefði gefið henni kannski 2-3 í mesta lagi og var mjög rausnalegur. Það er mitt. Hún er svo ruglingsleg. Kannski getum við að gera meira þessu í hlaðvarpinu og sögurskoðun að taka fyrir svona myndir sem eru í umræðinu og krefja þær aðeins. Við getum með mig tekið líka nýlega sögulega mynd sem var sýnd hérna fyrir ekki svo lengur síðan, Napoleon. Slátrað henni. Ég hef ekki að það búin að sjá hana. Nei, þú ert ekki búin að sjá hann ennþá? Nei, ég er búin að heyra svo mikið neikvætt hana. Mitt. Herðu, erum við þá kannski bara að fara að vera góður í bili eða? Jó, þetta er komið fínt. Jú, herðu, ég verð að skjóta hérna undir lokin því það er svo ótrúlegt. Þessi fleygu orð finnst mér bara að vera svo Japan í hnótskurn. Aha. Ok. Japan er náttúrulega búið að gjörtapa stríðinu, það er búið að sökkva japanska flótanum, það er búið að þurrka út japanska flugherinn, japanski landherinn er í mólum, Sovétríkin er búið að ráðast inn í Japan, Bandaríkin er að nálgast og það er bara tímasvörsmál hvernig við ráðist inn í heimaeyjarnar. Svo varpa Bandaríkin 2 kjarnorkusprengjum á Hiroshima og Nagasaki og það er gjörsamlega augljóst að núna er Japan bara í mólum, það er búið að brenna alla japansku borgirnar. Hirohito grípur inn í og hann flytur þessa frægu ræðu sína þar sem hann meðal annars segir The war situation has developed not necessarily to Japan's advantage. Og það finnst mér ótrúleg orð. Já, þetta er ekki endilega okkur í hag. Og þú veist, landið er í mólum. Það er allt í mólum. Þetta er ekki endilega svona okkur í hag. Þetta er svona mjög svona diplomatísk leið til að segja að við séum screwed. Jöp, mjög svo. Það er fínt að enda á þessum orðum hans Hirohitos. Við látum Hirohito keisara eiga lokaorðin hér í hlaðvarpinu sögurskoðun og snúum mér aftur í næsta þætti eftir að hafa rætt hér þessi grafalvarlegu málefni. Við tölum eitthvað annað í næsta þætti, býst ég við. Eitthvað annað og skemmtilegt. Þökkum fyrir okkur hér í dag. Verið sæl.